Stíll er fyrsta tungumál leiðtoga. Áður en fagmaður talar hefur útlit hans þegar talað. Þess vegna er tískustíll ekki lengur valfrjáls fyrir fagfólk sem vill vaksa. Það er stefnumótandi leiðtogatæki. Tískustíll snýst ekki tískustrauma eða lúxus. Það snýst samræmingu. Þegar stíll þinn endurspeglar metnað þinn, treystir fólk þér hraðar. Þegar útlit þitt styður hlutverk þitt, eykst sjálfstraust þitt náttúrulega. Og þegar sjálfstraust þitt eykst, margfaldast sýnileiki þinn. Fagfólk í Kennai leitar í auknum mæli til tískustílista í Kennai ekki til að líta smart út, heldur til að líta trúverðugur, öruggur og áhrifamikill út. Í aldir hefur tísku verið óaðskiljanlegur hluti af lífi kvenna. Það er leið til að tjá sig og getur verið notað sem tæki til að byggja upp sjálfstraust. Sambandið milli tísku og sjálfstrausts nær dýpra en bara að líta sem best út. Tíska getur verið tæki til sjálfstjáningar og valdeflingar sem hjálpar þér að miðla hver þú ert til heimsins og sjálfrar þín. Þegar kemur að sjálfstrausti er stíll meira en bara útlit. Það snýst að hafa hugrekki til að vera trúr sjálfum sér, jafnvel þótt það þýði að standa upp úr hópnum. Það snýst að líða vel í eigin skinni og eiga sinn einstakka tískusmekk. Sama hvað aðrir segja eða hugsa, ef þér líður vel í því sem þú ert í, þá skiptir það öllu máli. Það eru engar reglur þegar kemur að tísku nema þær sem þú býrð til fyrir sjálfa þig. Svo haltu áfram og prófaðu þig áfram þar til þú finnur stíl sem fær þig til að líða eins og sjálfsöruga konuna sem þú ert. Byggðu upp grunn af klassískum flíkum sem hægt er að blanda saman og para saman. Þessir hlutir munu mynda grunninn að fataskápnum þínum og hægt er að klæða þá upp eða niður eftir tilefni. Ekki líta allir stílar vel út á öllum líkamsgerðum. Það er mikilvægt að vita hvað passar best við líkamsbyggingu þína svo þú getir valið föt sem passa við líkamsbyggingu þína. Ef þú ert ekki viss hvar á að byrja skaltu spyrja vin eða fjölskyldumeðlim sem þú treystir fyrir tískusmekkum einlega skoðun þeirra, eða spyrja Google. Þegar þú veist hvað undirstrikar líkamsbyggingu þína verður það miklu auðveldara að versla föt. Margar pirringar í fataskápnum stafa einfaldlega af skorti á fræðslu líkamsbyggingu og fatabyggingu. Líkaminn þinn er ekki vandamálið. Oft er það stefnan sem vantar. Þegar fataskápurinn þinn byrjar að samræmast því hver þú ert í raun og veru, í stað þess hver þú fannst áður að þú þyrftir að vera, breytist sjálfstraust þitt oft á öflugan hátt.